Vísitala eða vísitölur er verkfæri sem við notum til þess að mæla verðbreytingar á hlutum eða þjónustu. Hækkanir eða lækkanir á bensínverði, mjólk, ostum, vítamínum. Það er raun og veru hægt að mæla hvað sem er. Það er til nokkrar vísitölur hér á Íslandi og þær eiga það sammerkt að þær eru mældar með stigum. Það er að það er gefin stig. Þá er búið til svokallað grunnár og því er gefið 100 stig. Ekki 0 stig, heldur 100. Því verð á vörum og þjónustu getur bæði hækka og lækka og það getur vel farið undir 100 stig í byrjun. Hér hef ég búið til árið 2010 sem grunnár og því er þá gefið 100 stig. Hækkar verðlag 10 ára skeið þannig að 2020 eru stigin orðin 131. Hver hefur hækkunin eða lækkunin verið á þessu tímabili? Þá get ég notað þessa formúlu hér, 9 mínus gamla deilt með gamla og margfaldað með 100. Þá fæ ég út prósentubreytinguna og í þessu tilfelli þá set ég 131 stig sem nýja talan, 100 er þá gamla. Því ég dreg 131 frá 100 þá fæ ég 31, deili með 100 sem er gömlu stigin og ég þarf svo að margfalda með 100. Þannig fæ ég að verðhækkunin á þessu 10 ára tímabili er 31%. Og þetta er plústala sem þýðir hækkun. Við skulum skoða annað dæmi. Hér er 2013. Það er ekki grunnár vegna þess að það er ekki 100 stig. Þannig að 2013 þá eru stigin orðin 108. 2021 eru stigin hins vegar orðin 103 stig. Hér hefur stigunum fækkað. Hversu mikil lækkun hefur átt sér stað hérna? Skoðum þá með sömu formúlu, 9 mínus gamla deilt með gamla og margfaldað með 100. Þá eru nýju stigin 103 en gömlu 108 sem þýðir að þetta er lækkun 5 stig, deilum með gömlu tölunni sem er 108 stig og margfaldað með 100. Þá fáum við út svarið mínus 4,63%. Mínusinn táknar þá lækkun. Vísitalan hefur lækkað. Með þessu stigakerfi er hægt að mæla verðbreytingar á öllum vörum og þjónustu milli 2 ára eða fleiri eða það sem við myndum kalla tímabil. Gætu verið mánuðir, gætu verið dagar, gætu verið áratugir. Hér er hægt að sækja nánar upplýsingar í gegnum QR-kóðan með því að skanna hann með snjalltæki og þá getur við skoðað á Vísindavefnum hvað hann hefur að segja vísitölur.